Ég væri til ef þið myndi bara teygja hendur ykkur og biðja fyrir mér. Takk, Jesús. Drottinn, ég þakka þér fyrir blóð þitt, drottinn minn. Ég þakka þér fyrir lífgefandi kraft þinn, drottinn minn, Jesús. Ég bið drottinn að mæta heilsu minni, drottinn minn, og ég bið að gera mig alheila í dag, drottinn. Og ég bara hasta á hverja pest sem búin að vera að reyna að hrjá mig, drottinn minn, og ég alheil í Jesú nafni. Og drottinn, ég þakka þér fyrir að þú tókst á þig bæði okkar sjúkdóm og syndir, drottinn minn, og ég gef þér alla dýrð og allan heiður og allan lofgjörð í Jesú nafni. Amen. Það svo fyndið hvernig Guð starfar. Ég ekkert búin að ræða hvorki við Guðmund Haraldsssyni Árna hvað ég ætla að tala í dag, og svo kemur þetta bara allt fram í einhverjum spádómum sem að koma út. Því ég ætla að tala bara svona í stuttu máli að vera undir yfirvaldi. Og vinir, þakið náttúrulega bara yfirvaldið. Það drottinn Guð, við þurfum að vera undir þakinu. Það oft lýst þannig að við erum undir hans, þið vitið, væng. Það verndin. Og mér finnst oft á tíðum með kristna kirkju, sérstaklega kannski á Íslandi, út af við erum svona brautryðjendur, við erum framtaksöm, við erum víkingar, má ég heyra amen, við erum víkingar, að við eigum erfitt með að beygja okkur. En málið það að ritningin kennir að í auðmýktinni að þá gerast hlutir sem ekki gerast öðruvísi. Má ég heyra amen. Auðmýkt alltaf undanfari virðingar. Og auðmýkt erfið. Við viljum ekki vera á auðmýktarstað. Við viljum upphefðina. En ríki Guðs virka þannig að við vöxum á nóttunni. Við vöxum í auðmýkt. Og Orgvís kennir okkur að við erum sér tré hjá rennandi lækjum og við berum ávöxt á réttum tíma, ekki satt. Og vitið það bara komið tími til að við berum ávöxtinir. Og þá þurfa hlutirnir að vera bara réttir í okkar lífi. Til þess að við berum ávöxt sem varir. Þá þurfum við að vera rótföst hjá ánni. Við verðum að vera með rætur sem teygja sig átt að uppsprettunni. Og hver uppsprettan? Hún Jesús. Og það þýðir á hverjum einasta degi, við getum ekki bara drukkið vatn einu sinni í viku. Þá munum við deyja. Við þurfum að drekka vatn og við þurfum að borða af líkama drottins á hverjum einasta degi. Vinir, við erum eins og Guðmundur kom inn og við erum á alvarlegum tímum. Og ef við vitum ekki hver hann ef að þú veist ekki hver þú ert í honum, þá muntu lenda í vegleysu. Ég bara segja það. Og vitið það þarf bara að tala skýrt í kirkjunni. Við verðum að vera með hlutina á hreinu. Þannig að ef þið heyrið eitthvað hér í dag, heyrið þið þetta. Leitið þið Guðs á hverjum einasta degi. Eigið þið samfélag við trúa það. Og það sem að meira verum undir guðlegu yfirvaldi. Og það að sjálfsögðu drottinn okkar og frelsari. En það sem að meira vinir, þeir sem að vilja vaksa á göngunum með drottni, þeir hafa líka covering. Þeir hafa líka einstaklinga sem þeir leita til. Það var svo sérstakt við hittumst fyrir í dag, við vorum að tala þetta. Það vantar svo mikið þetta accountability gagnvart fólki. Að eiga eitthvað sem þú ræðir við, eitthvað sem að styður þig á göngunum með Guði. Kirkjan svolítið flaska á þessu, við erum öll einhvern veginn, fólk heldur að allir sem eru hér og jafnvel þeir sem eru í púltunni sé eitthvað fullkomið fólk. Það bara af og frá. Við erum bara ósköp venjulegt fólk að reyna að ganga gönguna til góðs og við erum að reyna að leyfa Guði að hafa áhrif á líf okkar. En vinir, nú tíminn til þess að vera ekki bara heyrandi, heldur líka gerandi því sem að Guð segir okkur að gera. Og vinir, Guð að fara á eftir hjart okkar, hlutum sem í líf okkar sem hafa truflað göngun okkar. Og til þess að fara þangað, þá verðum við að fara djúpið. Við þurfum að komast í auðmýktastöðu og við þurfum að segja drottinn, hvað það í mínu lífi sem að þarf að beygja sig fyrir þér? Vinir, allt sem að reiki sér upp gegn þekkingun og Guði, það þarf að deyja.
Og til þess að við berum ríkulegan ávöxt, Biblían kennir þetta, þá þarf hveitikornið að deyja. Vitið þið hvað það óþægilegt að deyja? Hver vill deyja? En vinir, það hefði aldrei orðinin upprisa nema út af krossfestingu og dauða. Og það sem að Guð að biðja okkur að krossfesta holdið okkar. Fara undir þennan verndarvæng Guðs og gera reikningsskil í lífum okkar. Má ég heyra með? Þannig að fyrir mig, og það svo mikið oft í gangi og fólk vil gera alls konar hluti sem frábært. En við gleymum oft þessu einfalda. Vitið það, við þurfum að byrja á byrjunni. Við þurfum að vera trúföst í hinu smáu. Við þurfum að lesa hverjum einasta degi og það einmitt þegar enginn sér sem að vöxturinn fer fram, vinir. Það þegar þú ert einn á göngunum með Guði og þú ert jafnvel, í einhverjum erfiðum aðstæðum, þá kemur gullið í ljós. Gullið mun ekki koma í ljós nema þú lendir í krefjandi aðstæðum. Og vinir, í dag að þá þarf kirkjan, hún þarf að rísa upp og hún þarf að vera það sem hún kölluð til þess að vera. Og við megum ekki fara hingað og þangað og fara eftir hverjum kenningavindi. Við þurfum að standa rótföst. Má ég heyra með hann? Við þurfum að standa rótföst. Segjum rótföst. Amen. Þetta var svolítið aumt. Ok, tek það. Halleluja, halleluja. Það stendur hérna í Jeremía 12:5. Ef þú mæðist að því að hlaupa með fótgangandi mönnum, hvernig ætlar þú þá að þreyta kapphlaup við hesta? Og ef þú ert aðeins öruggur í friðuðu landi, hvernig ætlar þú þá að fara að kjarrunni í Jórdan bökkum? Vinir, Guð í business við að hafa áhrif á karakterinn okkar. Og það má varla segja þetta í kristinni kirkju en Guð hefur áhuga á karakternum. Þú getur verið með alla köllin í heiminum og haft gríðarlega mikla talentur en ef það ekki hægt að vinna með það sem að Guð hefur sett innan með þér, ef þú ert ekki tilbúin að lúta yfirvaldi, ef þú ert ekki tilbúin að opna fyrir það að fá gagnrýni eða uppbyggilega hluti í líf þitt, þá myndu vera bara möguleiki. Heyrið orð mitt hér í dag. Ég ekkert að tala til þín frekar en mín, ég að tala til okkar. Vinir, við þurfum að leyfa gagnrýni, við þurfum að leyfa það að fólk tali inn í líf okkar. Við getum ekki verið sömu manneskjurnar og við vorum í gær. Við getum ekki á morgun verið sömu manneskjurnar og við erum í dag. Kirkjan þarf að vaxa. Og hvernig vex hún? Hún vex í niðdimu. Ræturnar til þess að bera ríkulegan ávöxt, þá verða ræturnar að fara niður. Og þegar hérna komið við sögu í Jeremía, þá Jeremía að hafa áhyggjur af stöðu Ísraels og þeir eru enn og aftur búin að klúðra málum. Og hann að segja, hvernig getið þið farið að keppa á ólympíuleikum ef þú þreytist við það að ganga? Vinir, enginn af þeim sem mætir ólympíuleikana mætir það einn síns liðs. Það enginn sem keppir til verðlauna og Biblían talar að við að vera eins og hnefaleikamaður sem að enginn vindhögg slær. Vinni, það enginn að komast á ólympíuleikana hér í dag nema að hafa eitthvað til þess að þjálfa sig. Má ég heyra með hann? Og hvernig þjálfum við hvort annað? Við þurfum að bera ábyrgð á hvort öðru. Við þurfum að gera reikningsskil. Biblían talar að við með þess að játa syndir okkar. Og Jóhann búin að aldeilis játa hluti fyrir mér. Og mér finnst það gott. Og þá tek ég upp síman og ég deili því með öðrum. Vil ég biðja fyrir Jóhannu? Hún að gangi í gegnum þetta. En það stundu það sem við gerum. En vinir, karakter, talandi karakter. Við eigum ekki að vera þarna þessa personur. Við eigum að vera móttækileg, við eigum að vera raunveruleg. Við eigum að vera móttækileg fyrir að fólk komi til okkar og hreinlega bara játi syndir sínar.
Það ekki til þess að við getum hlakkað við syndum þegar við erum öll á sama stað. Vinir, við erum öll á sama stað. Og af hverju játum við syndir okkar, af hverju gerum við þetta til þess einmitt að það sé eitthvað accountability, að það sé eitthvað að fylgjast með, þannig að við vöxum og við eflumst og við þroskumst á göngunni. Og ég minni okkur bara á Davíð konung. Þetta Davíð konungur hefði aldrei unnið Góliat nema vegna reynslu sinnar sem fjárhirðir. Auðmýktar staða. Hver myndi vilja vera fjárhirðir? Ekki ég. Hvað sem ég er það satt. Nákvæmlega, þetta er enda góði punktur. Ég er fjárhirðir. Akkurat. Ég ætla ekki að gera lítið úr því. En það sem ég er að segja, hann lærði tækni sem fjárhirðir. Hann hefði aldrei getað mætt Góliat nema út af því að það var í smáu sem var trúfastur. Hann var trúfastur í hennu smáa. Hann lærði að handleika, þið vitið, slönguna. Hann lærði að handleika slönguna. Og þegar kom að tímabilinu þegar Drottinn vildi hjálpa honum að stíga hærra, þá var hann tilbúinn. Og við erum með kirkju að ég upplifi, það eru allir sem að vilja hafa einhvers konar my ministry. Engin hér, en fólk í öðrum kirkjum. En fólk er ekki tilbúið að vera trúfast í hennu smáa. Og við þurfum að vera glöð yfir hennu smáa. Þegar Guð setur okkur í það að þrífa klósett og að segja bara, herði, ég ætla að þrífa klósett best í heimi. Ég ætla að vera best í að þrífa klósett. Eða þá þegar Guð gefur okkur einmitt að við eigum að hugsa eitthvað. Ég ætla að taka þessu hlutverki mínu að bestu get og ég ætla að gera, frábærlega. Það þarf að vera okkar viðhorf. Og ég er svo þakklátt fyrir það að þegar ég var bara ung stelpa, ég er náttúrulega alin upp í kirkju eins og þið öll vitið. Ég held að bara frá unga aldri, sennilega út af því að pabbi minn var bara þannig, ég er ólst upp í kirkjunni, pabbi var pastor. Ég setti mig undir yfirvald. Og það sem ég upplifi er að það hefur ákveðin blessun komið inn í líf mitt fyrir að gefa mig undir yfirvald. Blessun sem að mun ekki koma með öðrum hætti. Við þekkjum hvað reikningin segir. Það stendur hér í Jakobsbréfinu, Guð stendur gegn dramblátum. En hverjum gefur hann náð? Hann veitir auðmjúkum náð. Halleluja, hann veitir auðmjúkum náð. Þannig í staðinn fyrir að vera í einhverju, að rembast við eitthvað út af því að Guð mun promóta þig. Ekki hafa nokkrar áhyggjur af því. Ef að þú ert trúr í hennu litla, þá kemur svo tími að Guð mun gefa þér verðug verkefni, það eru öll verkefni verðug. En þá muntu fá tækifæri til þess að stíga raunverulega inn í köllun þína. Og vinir, við sjáum þetta ekki bara einu stað í reikningunni, við sjáum þetta aftur og aftur og aftur og aftur. Faðir trúarinnar. Tökum hann sem dæmi. Vinir, hann var kallað til þess að vera faðir margra þjóða og hann átti ekkert barn, hann var að verða 100 ára gamall. Guð hefur nefnilega svolítið öðruvísi leiðir heldur en okkur finnst þægilegar til þess að koma fram vilja sínum í okkar lífi. Og vinir, í staðinn fyrir að barma sér, þá treyst hann Guði, ekki alveg, en svona mestur leyti, fór í smá framhjólaup sem var ekki gott. En það sem að gerist á réttum tíma, þegar Guð telur að framkvæmdin eigi að eiga sér stað, þá kemur gegnumbrot. En það sem ég hef upplifað, vinir, gegnumbroti kemur á Guðs tíma, ekki mínum tíma. Og í staðinn fyrir, vinir, að vera endalaust að promóta, einhverju svona eigin agenda. Guð er svo mikið að vekja mig upp fyrir því, vitið það eru alls konar agenda í kirkjunu og jafnvel hjá fólki sem er frelsað og búið að vera frelsað í langan tíma. Það verður að hætta. Okkar agenda er bara að lyfta upp nafni Jesú, að byggja upp heilbrigða kirkju, að vera í einingu andans.
Og það sem að meira vinir, út af því að það þessi agenda, fólk vill ekki taka auðmýkta veginn, þá þurfa að spurja. Þegar fólk jafnvel að nota, Drottinn sagði mér. Hafið þið heyrt þetta? Fólk sem að nota, Drottinn sagði mér í öðru hverju orði. Reynið andan. Reynið andan. Drottinn talar alltaf í samræmi við orð sitt, ekki satt. Og ef einhver aðili segir svona, Drottinn sagði mér, og það fylgja honum ekki ávextir andans, sem kærleikur, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og sjálfstjórn. Það svo mikið jafnvel bara pínulitla villu sem að getur sett okkur algjörlega út af leið. Og við sem kirkja, við verðum að vera meðvituð það. Við þurfum að reyna andan. En hvernig getum við reynt andan ef við þekkjum ekki Drottinn? Þess vegna þurfum við að vera trú í hennu smáa. Við þurfum að lesa á hverjum degi. Við þurfum að leyfa Guð að byggja okkur upp á hverjum einasta degi. Og við þurfum að tala við hann. Önnur leið sem ég mæli sérstaklega með, vinir, og hefur reynst mér vel, það að passa minn innsta hring. Ekki vera með fólk í ykkar innsta hring sem gerir bátinn ykkar legan. Sumir bara snillingar í að skrúa í burt, skrúa í sundur bátinn. Svo allt í einu hálf drukknandi út á Ballarhafi. Kannast eitthvað við þetta? Talið við mig. Kannist þið við þetta? Guð að kalla okkur herravinir. Og það sem að Guð að leggja áherslu í mínu lífi, það þetta. Excellence í öllu sem ég tek mig fyrir hendur. Því að Guð trúfastur. Og ef að Guð hefur gegnumbrot eða köllun á þínu lífi, þá mun hann koma þig til framkvæmda. En auðmjúkum veitir hann náð. Ekki dramblátum, ekki fólk sem að þykist eiga, geta, kunna. Það einmitt fólki sem hann hastaði á munni þegar Jesú gekk á meðal okkar. Það voru farisæarnir sem að vissu allt, en voru eins og kalkaða grafir. Vildu vera upp á sviðinu, í sviðsljósinu, en vildi ekki þetta persónulega samband við Drottinn. Vinir, í dag ég bara búin að fá nóg að feik. Ég vil ekta nærveru Guðs. Ég vil smurningu. Ég vil bara þessi kirkja fara á hvolf í hver skipti sem við komum saman. Ég vil meira af Jesú og minna mér. Ég vil að andi Guðs fá að starfa hérna algjörlega með frítt spil. Þetta snýst ekki mig eða minn vilja. Þetta snýst hans vilja. Má ég heyra amen? Og vinir, við ætlum að vera þessi kirkja sem að ber mikinn ávöxt. Við ætlum að vera auðmjúk. Við ætlum líka að vera accountable, ekki þykjast vera eitthvað fullkomin. Það engin fullkomin. Finnið þið eitthvað? Jóhann alveg hrætt við mig. Ég vil alltaf að segja eitthvað. Til dæmis ótrúlega dýrma, bara eitt gott dæmi. Bara hitta Jóhann á hverjum einasta degi í svona klukkutíma 1,5. Nefnilega alltaf í ræktinni. Svolítið eins og með það. Jóhanna byrjaði fyrir okkur 2 árum síðan og ég var leiðbeinandinn hennar í ræktinni. Jóhanna væri ekki komin á þann stað sem hún í dag nema út af því. Hún bara tók ráðleggingum, hún fór að lyfta, hún fór að gera meira, hún fór að breyta til og allt í hennu fór árangurinn að láta, koma fram í líf hennar. Fer ekkert að milli mála. Vel gert. Amen. Gefum Jóhannu gott klapp. En það sama gildir göngunum með Guði. Og það sem að Guð að leggja áherslu á í dag að við göngum gönguna saman. Ekki satt. Við erum hérna til að byggja hvort annað upp. Elska hvort annað, styðja hvort annað. Sjá þið vitið möguleikana verða veruleika í líf okkar. En til þess að gera það, að þá þurfum við að auðmýkja okkur, vera trúföst í hennu smáa. Má ég heyra amen? Takk Jesús. Þið ekki til í þetta?
í Mattheusi 25:23 og húsbóndi hann sagði við hann, gott þú trúi og góði þjónn. Yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig, gakkin í fögnuð Herra þíns. Halleluja. Takk Jesús. Amen. Halleluja. Halleluja. Við sjáum þetta líka með lærisveinana. Áður en þeir gengu inn í köllun sína að gera það sem að Guð í rauninni vildi að þeir myndi gera, þá gengu þeim Jesú. Eina leiðin til þess að byggja upp lærisveina er að leyfa fólki að ganga með okkur. Og það sem að Guð er að kalla núna fram er fólk sem er tilbúið að vera mæður og feður í Guðsríkinu. Leyfa fólki að ganga með sér. Sjá líkamann lifna við og þroskast á göngunni. Og sjáu hvað gerist. Ég meina þeir voru að labba með Jesú á hverjum einasta degi og rétt bara nokkrum vikum áður en Jesú fór á krossinn. Þá fór þið inn í bæ það sem ekki var tekið á móti þeim. Og hvað sögðu lærisveinarnir? Jesús, kveikjum í þessu fólki. Það tekur ekki á móti okkur. Þeir voru búin að ganga með Jesú í 3 ár. Og þetta voru lærisveinarnir. Og Jesús sagði, nei, við erum ekki að fara að kveikja í neinum. Ég er komin til þess að frelsa heiminn, ekki eyða honum. Og það sama gildur okkur. Ef að við höfum ekki frelsi til þess að tala við þá sem eru kannski aðeins reyndari, sem að kannski geta hjálpa okkur á göngunum með Guði, að þá lendum við á þannig stað að við tökum ekki út þann þroska sem að Guð þráir að sjá okkur taka. Þess vegna skiptir yfirvald svo miklu máli. Og með yfirvald að þá sendir Guð fólk. Og það er enginn sem að vera án covering. Þá enginn að vera án yfirvalds. Verndar, það er kannski betra orð. Vernd. Að hafa vernd, að hafa covering, að hafa vernd. Eitthvað sem að þú þarft að svara til. Við sjáum þetta líka með Pál postula. Hugsið ykkur, maðurinn sem að skrifaði bara 25, það fer 2 sögum af því, maðurinn sem að skrifaði megnið af Nýja testamentinu. Þegar Guð mætti honum, hvað gerist? Hann fellur af hestinum sínum og síðan taka við mörg ár. Það sem hann er í læri, það sem hann er að læra Jesú. Hann náttúrulega þekkti ekki Jesú persónlega. En meiri segja Páll postuli sem að skrifaði megnið af Nýja testamentinu var undir vernd, var undir covering, var undir einhverju leiðsögn. Og svo er það náttúrulega þannig að þegar postularnir, þeir höfðu ólíka sýn á hlutina, þeir þurftu að agitera sín á milli og komast að einhverju niðurstöðu og svo framvegis. En það sem ég er að meina, vinir, ef að við ætlum að vera heilbrigð kirkja, þá þurfum við að vera undir yfirvaldi. Má ég heyra með henn? Takk Jesús. Eitt annað sem ég langar til þess að tala við ykkur í dag er þetta, að reyna andan. Nú erum við næstu helgi að, hér verður alveg dásamlegt mót, magnamót næstu helgi. Það er kona kom og reynda teymi, það er alveg bara stórt teymi að koma frá bæði Finnlandi og öðrum stöðum í Evrópu. Og þetta mót heitir Vision. Mæli með að þið náuð ykkur í miða, það er að verða uppselt, það er sem sagt kostarinn bæði föstudags og laugadaginn og laugardagskvöldið, en að sjálfsögðu bara frítt á samkomuna. Það er svo mikilvægt, vinir, að þegar við heyrum fólk tala til og inn í líf okkar, að við reynum það líka. Og ég hef sagt áður og ég ætla að ítreka hér og nú, og ég veit að þetta fólk sem er að koma er mjög blessað og hefur klárlega orð frá Guði, en við eigum samt að reyna andan. Við eigum að spyrja okkur, er þetta í samræmi við það sem orð Guð segir? Og þegar við erum búin að heyra predikun eins og núna í dag, sem er kannski meira bara svona eins og hvatning, að þá skulið þið fara heim. Ekki treysta mér fyrir að segja ykkur hvernig hlutirnir eru, farið heim og lesið. Og kannið hvort það er sem ég er að segja sé rétt. Reynið andan. Það er það sem að Guð kennir okkur. Þannig í dag og líka bara í gegnum helgina næstu, þá ætlum við
taka við því orði sem að Guð hefur fyrir okkur, en við ætlum samt að fara heim og við ætlum að kanna, eru hlutirnir eins og þeir eiga að vera, passar þetta við mig? Er þetta eitthvað sem að Guð hefur talað til mín? Og við ætlum síðan að leyfa því að vaksa í okkar lífi og bera mikinn ávöxt. Má ég heyra með henn? Takk Jesús. En Guð að byggja kirkju sína og ég ótrúlega spennt fyrir því sem að Guð að gera. En vinir, við þurfum að taka hlutin upp á næsta steg. Við verðum, vinir, við verðum að þroskast á göngunum með Guði. Við þurfum að vaksa upp til höfuðsins sem Kristur. Við þurfum að deyja. Já, við þurfum að deyja. Elsku drengurinn. Já, við þurfum, já. Það er kannski að útskýra þetta aðeins fyrir honum þegar hann fyrir heim. Egoið okkar þarf að deyja. Og ég skal bara segja ykkur eitt, vinir, þegar egoið okkar deyr, þá fyrst byrjum við að lifa. Og það þvælir svo rosalega fyrir okkur. Og þetta ego fullt af minnumáttukennd. Vandræðilegum tilfinningum. Okkur finnst allt erfitt eða vandræðilegt eða eitthvað svona. Veit ekki hvort það sé út af því að bara með aldrinum eða egoleysi hjá mér, by the way, það egoleysi hjá hana. Já. Að þá mér einhvern veginn alveg sama hvað fólki finnst. Og það hefur bara aldrei gerst í minni ævi. Mér finnst það æðislega mikið frelsi. Og vinir, þegar við erum á göngunum með Guði, þá skiptir miklu máli hvað Guð segir heldur en hvað menn segja. Og við höfum verið alltaf upptekin við það hvað menn segja. Skiptir engu máli. Það sem að Guð segir að þú ert dýrmætur. Það sem að Guð segir að ég hef gefið þér talentur. Það sem að Guð segir þú ert nóg. Vertu bara í mér. Og ég mun koma þér til leiðar. Og hann segir líka, ekki halda áfram að vera börn, að hrekjast til og frá eftir sérkunnum kenningavindi. Verði í mér. Þekki mig. Elski mig. Halleluja, rísum á fætur.